Ekki allir glaðir í dag? Tísi Guði. Já, amen. En við langar til þess að tala hérna í dag. Nei, þetta gamall titill. Ok, ég veit þetta hljómar mjög hart orð. En þetta í rauninni bara alveg frábært orð. Þannig ég bið ykkur að hafa opið hjarta. Það sem mér langar til að tala við ykkur í dag kærleikur Guðs og reiði Guðs. Og því hugsi ég jafnvel, vá, ekki Guð bara kærleikur? Við vitum það, vinir, að kærleikur og reiði helst svolítið í hendur. Það pínlítið þannig og það birtist með alls konar hætti. Við vitum það að það eru fáir sem geta gert okkur eins reið eins og fólk sem stendur okkur næst. Það eru fáir sem geta brotið hjart okkar eins og þeir sem standa okkur næst. Það eru fáir sem geta kalla fram hluti í líf okkar eins og þeir sem standa okkur næst. Og við verðum að muna það alltaf að við erum sköpuð í Guðs mynd. Hann skapa okkur, kall og konu, í sinni mynd. Og svo anda hann lífsandanum í okkur. Þannig að vinir, við erum bara fyrirmyndin af okkur fólkinu drottinn sjálfur. Hugsið ykkur það. Þannig að við oft, allar mannlega tilfinningar í rauninni eiga rétt á sér. Svo lengi sem við syndgum ekki. Svo lengi sem að reiðin, festist ekki inn í okkur og býr til dauða og hluti í líf okkar, sem á ekki að vera. Og reiði bara mjög nauðsynlegt viðbragð. Við vitum það. Reiði gerir það verkum að við komum okkur úr óeðlilegum aðstæðum. Það þurfa ákveðna tilfinningar að vera til staðar til þess að við bara, þið vitið, gerum það sem við eigum að vera að gera. Þannig að mér langar til þess að kafa aðeins meira ofan í þetta, út af því að það kveikt alveg ofboðslega mikið í mér á miðvikudaginn, þegar Árni Þór var að tala gamla og nýja hjartað. Og ég vil bara hvetja ykkur, vinir, við erum með bænastundir á miðvikudögum og þær byrja 6:30. Og við byrjum á því að hafa svona bara sókingstund, bara hljóðastund og svo byrjum við saman svona í lokin. Bænastundin frá 7:30 til 8 og svo tekum við kennsla eftir það. Og við erum að tala þetta eru mögnuð kvöld. Við erum búin að hafa 2 kvöld og vorum með kvöld líka fyrir sumarið og þetta opnar augu okkar fyrir Guði og bara það sem hann vill gera meðal okkar. Mér finnst mjög áberandi í kristinni kirkju hvað fólk þekkir illa þann sannleik sem að við búum yfir. Og það nauðsynlegt, vinir, að kafa ofan í og styrkja beinin og vita hvernig við að tækla kringumstæður okkar. Vita hvernig við að tækla óvininn. Vita hvernig við að bregðast við í kringumstæðum. Þannig að vel sé og að velvild Guðs fylgir okkur. Má ég heyra með hann. Og vinir, ég held að það sé komið tími til þess að við lærum meira. Og næsta miðvikudag þá ætlar Kolbeinn að vera, ætlar að kenna okkur og hann ætlar að fara í tjaldbúðina út af því að hún fyrirmynd af Jesú. Og það svo margt í tjaldbúðinni sem að við getum í rauninni numið sem að stækkar sýn okkar á hvað Jesú gerði fyrir okkur. Þannig okkur langar til að fara aðeins inn í þetta og opna augu okkar fyrir því sem að þar og ég hvet ykkur til þess að mæta. Ef við ætlum að fara í Rómverjabréfið í 1. kafla og í 18. vers. En reiði Guðs opinberast af himni yfir öllu guðleysi og ilsku mannanna sem kefja sannleikann með ranglæti. Það sem vita verður Guð blasir við þeim. Guð hefur birt þeim það. Ósýnilega veru hans, eilífa mátt og guðdómstign má skynja og sjá á verkum hans allt frá sköpun heimsins. Því eru mennirnir án afsökunar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki tignað hann sem Guð né þakkað honum
heldur fylltu þeir hugan af hégilum og skinnlausu hjarta og hjarta þeirra hjúpaðist í myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Í stað þess að tilbiðja dýrlegan eilífan Guð hafa þeir tilbiðið myndir af dauðlegum mönnum og fuglum, ferfætlingum og skriðkvikindum. Þess vegna hefur Guð látið fýsni þeirra til sörlif sem ná valdi yfir þeim, svo að þeir svífurtu líkama sína hver með öðrum. Þeir völdu lygina í staðinn fyrir sannleika Guðs og hafa göfgað og dýrkað hið skapaða í stað skaparans. Hann sem er blessaður að eilífu. Ég tala á hann reiði og hvernig þetta tengir saman reiði og kærleikur. Í Bandaríkjunum, ef þú fremur morð, ég er ekki að mæla því neina bót, alls ekki. Ef þú gerir út af því að þú ert yfirbugaður af tilfinningu, þá er það kallað crime of passion. Í mínu lífi, ég get sagt ykkur það, að ég hef aldrei upplifað jafn mikla reiði og þegar á barnið mitt var einu sinni hallað í skólanum. Ég er ekki svo manneskja sem að ber, hendin í borðið og segir fólki að hlusta á mig, ég er bara ekki þannig típa. En vinir, á þessari stundu, á þessum fundi, þá breyttist ég bara algjörlega í ljón innju. Barnið mitt var í skólanum að verða fyrir ofbeldi. Það er ekkert hægt að lýsa því með neinum öðrum hætti. Og vitið, það reis eitthvað upp í mér sem ég get ekki kallað annað en bara réttláta reiði. Og vinir, ég sló hendin í borðið, mjög dramatískt eins og í bíómyndunum. Og ég sagði, herðu, hingað og ekki lengra. Og ég minni mér sem ég hafi verið með puttan svona. Hingað og ekki lengra. Og ég var bara brjáluð. Og ég sagði bara við skólastjórnendurnar og 2 kennara, ég sagði þið annarkvort hysið upp ykkur brækurnar eða það verður mér að mæta. Já, rosalega kristileg. Ég var brjáluð, ég var reið og ég lét bara vaða. Og ég ætla bara að segja skólanum til varnar, þeir hysið upp sig buxurnar. Þeir gera það sem rétt var. Og þetta blessaðist alveg svakalega vel að lokum. En vinir, þessi breyting hefði ég ekki komið fram þarna á þessum fundi og slegið hendin í borðið og sagt, herðu, hingað og ekki lengra, þeir eru komið langt yfir strikið. Af hverju eru þið ekki að fylgja eftir þessum áætlunum sem eiga verið í gangi fyrir svona lagað? Og það fékk þá til að hugsa. En það fekk líka mig til að hugsa. Vinir, við erum í dag með kirkju. Og ég er ekkert að tala smára kirkju, ég er bara að tala kirkju Guðs. Vitið það, við höfum látið fara með okkur út í tóma vitleysu. Við höfum stundum ratið bara í alls konar rugl og bull. Og vinir, Guð hefur stundum bara verið víðs fjarri. Ég skil vel að fólk horfa á kirkjuna og sjáu misgott kristifólk fara það fyrir og hugsa með sér, já, hérna hér, er þetta kirkjan, er þetta Guð, að verki. Vinir, við þurfum að hýsa upp okkur brækurnar. Við þurfum að taka ábyrgð. Við þurfum ekki bara að vera heyrendur orðsins, við þurfum líka að vera gjörendur. Við megum ekki svíkja okkur og vinir undanfarið þá er Guð búinn að vera að vekja upp kirkju sína. En Guð er afbrýðisami Guð. Rétt eins og ég og Alli, við erum í hjónabandi, ég myndi ekki tvíla það að Alli væri bara allan bæ að leika sér með ykkur öðrum. Það sama gildur okkur. Og það sem að meira er, það sem að hryggir hjarta Guðs og gerir Guð reiðan, það er syndin. Syndin nefnilega færir vik á milli okkar. Hún gerir það verkum að við förum að fela okkur fyrir Guði. Syndin er nasty. Getur byrjað rosalega vel og fallega, en hún endar í algjör vegleysu. Það er bara þannig. Og vitið það sem að hryggir og reiðir hjarta Guðs er þegar óvinurinn er að leiða okkur út í hluti sem við eigum ekki verið að gera. Og vinir í dag,
Í staðinn fyrir að vera bara einhvern veginn í hálf nútral gír endalaust eins og kirkjan búin að vera bara í síðustu árin. Þá er komið tími til þess að setja hlutina í gír og fara að taka afstöðu með því sem rétt er. Má ég heyra amen? Og vitið það, ég trúi því að Guð er að gefa kraft og styrk og skýrleika. Annað sem að Guð reiðist yfir. Og það er það þegar sannleikurinn á undir högg að sækja. Og vinir, við búum í veröld þar sem að sannleikurinn er bara hvað þér finnst hverju sinni. Fólk er alltaf að tala sko, þetta er minn sannleikur. Þinn sannleikur. Annaðhvort er það sannleikur eða ekki. Og vinir, það er eitthvað til sem heitir sannleikur. Og það er eitthvað til sem heitir villa. Og vinir, þegar við erum farin að segja, bara setja, já, þetta er bara minn sannleikur. Þetta er bara mín upplifun. Við erum farin að setja okkar eigin tilfinningar á okkar hásæti yfir það sem er rétt og við vitum að er biblíulegt, þá erum við á rangri braut. Og vinir, Guð er að vekja fólk gagnvart nákvæmlega þessu. Því hann er vegurinn, hann er sannleikurinn og hann er lífið, vinir. Og enginn kemst til föðurins nema fyrir hann. Það er bara þannig. Og vitið það, of lengi þá er kirkjan búin að vera einhvers konar, þið vitið, hvað ég var að segja, félagsmálastofnun. Án þess að gera neitt lítið úr félagsmálastofnun. Það er frábært apparat og tæki. Ég er ekki að gera lítið úr því. En vinið það, sko, krafturinn felst í Jesú. Hún felst ekki í mínum isma eða mínum ráðum, hún felst í ráðum sem að ég gef ykkur úr heilari bók, þar sem að sannleikurinn hefur fengið að flæða í 2000 ár, vinir. Þetta er ekki sannleikur og það sem að meira, vinir, fólk veit ekki eins og hvað bókin hefur fram að færa. Og það er komið tími til fyrir okkur, vinir, að rísa upp og bara kanna það. Því að hér er sannleikur sem er bara eins og engin annar sannleikur. Eilífur sannleikur. Og á þessum sannleika, vinir, getum við byggt líf okkar á. Og það er komið tími til að við ryðjum öðrum guðum í okkar lífi úr vegi. Við höggum niður þessi altari sem að við höfum gert, vinir, sem að hreykja sér upp gegn þekkinguna á syni Guðs. Og vinir, höggum bara niður, bara í Jesú nafni. Það hljómar eins og hörprediku. Eru þið með mér? Er nokkuð búin að labba út? Það verður betra. Nei, alls ekki. Þetta þarf. Og við þurfum bara að segja sannleikann stundum umbúðalaust. En vinir, í staðinn fyrir að vera í eitthvað mínus, þá getum við algjörlega hugga okkur því hann er búinn að greiða gjaldið. Það er ekkert fyrir minn klárleika eða hvað ég er góð eða ekki góð. Þetta er fyrir verk hans sem að hann vann á krossinum. Og veitir, þetta verk er miklu, miklu öflugra en við getum nokkru sinnum gert okkur í hugarlund. En hann vill opinbera dýr sína fyrir okkur. Hann vill kynna okkur hana. Hann vill gefa okkur opinberun, lag og lag, kennir rétningin. En við þurfum að taka móti. Og við þurfum að leyfa sannleikanum að koma út. Við þurfum að leyfa honum að flæða og við megum ekki, vinir, kæfa sannleikan eins og þeir gerðu forðum daga. Halleluja, forðum daga. Við gerum það ennþá í dag. Þetta voru ekki bara þeir, þetta eru við. Best að halda því til haga. Þetta gerist ekki bara forðum daga. En gjaldið er greitt. Ógnin dag, vinir, er syndin. En ég ræð hvort að ég gef syndinni valdið mér. Og þar þurfum við að vera ótrúlega vakandi. Við þurfum að vera í honum. Við þurfum að minna okkur á hver við erum í honum. Og mjög margir, eins og ég kom inn á áðan bara í lofgjörninni, við förum svo mikið einhvern veginn að reyna að endurleysa okkur sjálf. Við erum að reyna að hugsa okkur út úr kringumstæðum þegar við getum byggt líf okkar á eilífum sannleika. Vitið það, þegar ég var á botninum á minni tilveru, þá fór ég að lyfta upp nafni Drottins. Ég fór bara að tala líf yfir kringumstæðum mínar. Ég sagði við sjálfum mig, allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gjörir. Sá sem hefur hafið í mér góða verki mun og fullkomna það.
Halleluja, halleluja. Og líka þetta, ég hef augum mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp. Hjálp mín kemur frá drottni, skapara heimins og jarðar. Ég tala inn í mig hans sannleika, sem í rauninni aðal sannleikurinn, ekki satt. Amen. Halleluja. Og það sem við verðum að gera og að vera meðvituð vinir, að þegar við tökum við Jesú, þá ákveðið ferli sem byrjar. Biblían kennir að hann á að vaxa, ég á að minnka. Það að við séum frelsuð þýðir ekki að við gerum engin mistök. Við sjáum það bara klárlega í allri kirkjunni. Við munum syndga. En við eigum alltaf að syndga minna og vera meðvituð það að vera í honum. Leyfa honum að vaxa. Setja á altari hluti sem að hann vil, þið vitið, sem að hann að koma með í ljós í okkar lífi. Við þurfum að leyfa honum að hreinsa okkur á hverjum einasta degi. Og ein villa sem hefur læðst inn í kirkjuna þetta, að við þurfum bara að iðrast einu sinni. Ég engan veginn sammála því. Við þurfum að iðrast á hverjum einasta degi. Við þurfum að ákalla blóð yfir hug okkar. Við þurfum að ákalla blóð yfir hjart okkar. Við þurfum að leyfa, þið vitið, Guð að hafa áhrif á anda okkar. Hafa áhrif á alla veru okkar. Og vinir, þetta ferli að endurnýja hugsun sína ferli. Það ferli. Og það mun taka tíma. Og þegar eitthvað kemur upp, að þá segjum við bara einfaldlega Drottinn, það eru hlutir að koma upp í mínu lífi, ég ákalla blóð eftir það. Ég bið að hreinsa það. Ég bið að helga mig. Og Drottinn hjálpaði mig til þess að verða betri í gær, að verða betri í dag heldur en ég var í gær. Og vera betri eftir hvern einasta dag. Vera á altarinu. Það stendur í Rómverjabréfinu 12. kafla, því brýni yður systkin að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfaður að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn. Það sönn og réttu Guðsdýrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskiptum með endurnýjung hugarfarsins, svo að þér fáið að reyna hver vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Þannig að það ferli. Og ef þú ætlar að upplifa hið góða, fagra og fullkomna, þá þarf endurnýjun hugarfarsins að eiga sér stað. Og það getur verið trikki. Endurnýjun hugarfarsins það sem þetta stendur allt um. Vinur, hugur okkar getur leikið okkur grátt. En svarið ekki eitthvað sem mér dettur í hug á hver einasta degi, eða einhver hækja sem ég hef í lífi mínu. Svarið alltaf Jesú. Og vinir, í dag, við þurfum að fara að sækja í uppsprettuna Jesú. Ekki leita langt yfir skammt. Leyfa sannleikum hans að búa í líf okkar. Þannig að við berum mikinn ávöxt. Vinir, það komið tími til þess að kirkjan beri mikinn ávöxt. Má ég heyra amen? Dísi Guði. En hvenær vaknar upp reiði Guðs? Jú, þegar sannleikurinn á undir högg að sækja. Það þegar þið kefja sannleikan með ranglæti. Og þá spyrjum við, hvað sannleikur? Það nú bara góð spurning. Já, algjörlega Árni, það sannleikurinn. Vitið, það bara ekkert skrítið að fólk skuli spyrja sig, hvað sannleikur? Og það sannleikurinn virðist vera breytilegu frá einum tíma til annars. Það virðist fara eftir tíðaranda hver sannleikurinn Og við hvað eins og ég lifi bara mínum sannleika eitthvað sem maður heyrir mjög oft þessa dagana. En vinir, samkvæmt ritningunni, þá ekki til sem heitir að lifa þínum sannleika. Mér langar að koma með dæmi. Ég og Alli vorum einu svona að tala við börnin okkar. Og þau vildu meina það að við, út af því að við höfum okkur datt í huga eignast fyrir 18 ári síðan, þá ættu við að sjá þau það sem eftir væri. Akkurat. Ég held að margir foreldrar tengi.
Og þessu líka þau væri vön ákveðin svona lifistandard. Þannig að we better have it good. Það voru svona skilabóðin. Og ég ekki einu svona að grínast í ykkur. Okkur fannst þetta mjög fyndið og við bara nei. En vinir, þau voru að tala sannleik. Var þetta sannleikurinn? Nei. Og við þurfum að muna það, vinir. Sannleikurinn Jesú. Hans vegir alltaf hærri en okkar vegur. Og við þurfum að átta okkur á því að við getum ekki fullkomlega skilið hans áætlun í öllum hlutum. Við verðum bara að treysta því að hann viti hvað hann að gera. Það sama, þið vitið, með börnin, okkur fannst þetta gríðarlega fyndið, þau komu upp með þetta, einn daginn að við hættum bara að sjá fyrir þeim það sem eftir væri. Þetta þeirra afstaða, út frá því sem að þau hafa gengið í gegnum, út frá þeirra þroska. En þeirra afstaða nú þegar farin að breytast. Og þannig svolítið lífið. Við göngum í gegnum ákveðnar kringumstæður og allt í einu kemur eitthvað sannleikur, þetta sannleikurinn, svona þetta. En svo lendum við í öðrum kringumstæðum þar sem við allt í einu hugsum, þetta alveg svona? Getur verið að ég hafi verið rangt fyrir mér? Og lífið svolítið þannig, vitið það, annarkvort lærum við með því að velja rétt eða við lærum af biturri reynslu. Og vinir, þannig það oft með Drottinn. Hann hefur einhverja ákveðna leið. Hann segir ekki syndga, syndin mun færa af sér dauða og vonleysi. En við þurfum ofta að prófa alls konar hluti og svo einhvern veginn, já, þetta var nú kannski ekki alveg málið. Hann ekki að segja það við okkur út af því að honum eitthvað illa við okkur. Hann segir það við okkur út af því að hann elskar okkur. Hann þráir að okkur vegni vel á göngunni með honum. Hann þráir að eiga samfélag við okkur. Hann vill ekki bara deila þér með öllum öðrum, allt sem að þér dettur í hug. Rétt eins og ég vil ekki vera að deila alla með nokkrum af einhverjum, vinkonum mínum. Bara alls ekki, svo það sé sagt. En þannig það, vinir. Minn sannleikur í dag eitt, en sannleikur Guðs eilífur. Það það sem ég að segja. Þannig að þegar við erum að bera líf okkar sama við einhvern óumbreytanlegan sannleika, þá sannleikur Guðs málið. Og það það sem við verðum að fara að vakna til vitundar með. Vinir, við höfum of oft farið bara eftir tíðarandanum. Hvað verið að segja hverju sinni? En vinir, sannleikur Guðs stærri en það. Hann stærri en mína tilfinningar í dag. Hann stærri en ismar og það sem að koma upp í heiminum. Hann stærri en það sem að þér finnst. Hann stærri. Og við vitum það oft í gegnum biturra reynslu. Hann vegurinn, hann sannleikurinn og hann lífið. Hann var krossfestur. Það var komið gegn sannleikunum og enn í dag, vinir, þá sannleikurinn undir högg að sækja. Það þannig. Og vinir, þinn sannleikur gæti verið vinnan þín. Gæti verið peningar. Hversu margir hafi ekki sóa lífi sinni að vinna frá sér allt vit, eignast fullt af peningum og þekkja alla fjölskyldu sína. Hvaða sannleikur það? Svo þegar fólk veikist eða eitthvað kemur upp á þá allt í einu áttar það og býtu, þetta var kannski ekki málið. Þú hafði bara ekki rétt fyrir þér. Þinn sannleikur var ekki málið. Og það þarf oft einhvern harkarlegan atburð í líf okkar til þess að átta okkur á því hvað raunverulega sannleikur. Og það sama með syndina, vinir. Þegar hún slæðist inn og þegar við leyfum henni að dvelja hjá okkur, vinir, þá hún bara einfaldlega að búa til vik á milli þín og Drottins og það kærleiks samfélags og þess friðar sem að Guð vill setja og gefa okkur. Og við megum ekki leyfa því að gerast, því að tíminn stuttur, vinir. Guð að kalla fólk inn í ríki sitt, hann að kveikja upp í fólki til þess að við getum lagt af fyrri hegðun og bara þrengt okkur nær honum, má ég heyra amen. Og það sem kemur fram í þessum versum að sköpunin vitnar Guð. Sköpunin nefnilega vitnar sannleikans. Og ég vil nú bara segja að ég hef bara einfaldlega ekki nógu mikla trú til þess að vera trúlaus. Ég skil ekki fólk sem trúlaust. Þú þarft í raun alveg svakalega mikla trú til að vera trúlaus. Út af því að öll sköpunin
vitnar Guð. Og vinir, hann búinn að skapa allt alveg fullkomlega og ég held að við séum þau einu í sköpunni sem teljum okkur vera yfir reglur hafin, sem mjög skrítið. Við höldum að við séum yfir það hafin og við erum svolítið fyndin líður. Við alveg, og ég ekkert að tala okkur, ég bara að tala mannkynið í heild sinni. Það svo merkilegt að við viljum setja Guð eitthvað staðar upp á hillu. Við erum að keyra allt í kaf, sjáu þið hérna bara stríðið og það sem í gangi í heiminum. Og jafnvel einhver svona breytingar á veðurfari og margir vilja meina það sé bara út af okkur. Við erum búin að keyra út í skurð. Og svo snúum okkur við og við steytum fingra Guði. Akkur Guð svona vondur við okkur? Finnst ykkur þetta ekki fyndið? Við oft áttum okkur ekki á að við erum sjálf búin að skapa ýmislegt sem að við erum að gangi í gegnum bara sem mannkyn. Og svo steytum við hnefunum í Guð í staðinn fyrir að beygja okkur undir hans voldugu hönd. Viskan, vinir, kemur bara í gegnum auðmýkt. Það þegar við viðurkennum að við höfum ekki alltaf rétt fyrir okkur, að Guð getur fyrir að tala visku sinni inn í líf okkar. Og leifum honum að tala. Hann þráir að tala. Og hann gerir það aldrei eins og ég að gera núna, eins og þetta hljómar eins og ég sé að skamma, ég alls ekki að skamma. Ég bara meina, Guð þráir kærleiks samfélag við okkur. Ekki leyfa óvinnum að draga okkur út í eitthvað skurð. Tökum ábyrgð á göngunum með Guði. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að það sem kemur fram í þessum versum að sköpunin vitnar Guð og sannleika hans. En ef við skoðum hvaða þýðir í rauninni að trúa á skapara, að þá fylgir því að sjálfsögðu ef við trúum á skapara, ef það skapari, þá hlýtur að vera hönnun. Einhver hönnun sem hann hafði í huga með sköpun sinni. Og ef það hönnun, þá líka tilgangur. Þá tilgangur með sköpunni. Með tilgangi þá kemur líka siðferði. Og með siðferði þá kemur ábyrgð. Og þetta orð sem enginn vill heyra, ábyrgð. Með sama hætti og Guð hefur sett sjóinn takmörk, þá höfum við líka sem einstaklingar takmörk. En við virðumst vera þau einu sem að tökum ekki ábyrgð á því að okkur séu takmörk sett. Og vinir, ef við beygjum okkur ekki undir hans eilífa sannleika, að þá munum við lenda upp við vegg. Við munum upplifa hluti eins og við erum búin að vera að upplifa núna bara í kringum okkur. Við munum upplifa, þið vitið, ríki gegn ríki. Við munum upplifa átök, við munum upplifa það að við erum ekki í harmoníu með Guði. Og við sjáum það, vinir, alls staðar í kringum okkur. Þetta hart? Þetta kannski svolítið hart. Amen. Já, því miður þetta sagt. Halleluja. Ég var rísans og fætur. Ég ekki búin. Ég ætla bara að biðja aðeins. Takk, Jesús. Drottinn, við komum fram fyrir þig. Ég lyft upp nafni þínu, Jesús. Ég þakka þér fyrir trúfest þína náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, hver þú ert, Drottinn minn. Viltu tala til okkar? Viltu leyfa sannleika þínum að setjast að í hjartanu, Drottinn? Viltu leyfa sannleikanu, Drottinn minna? Ekki bara vera sannleika í bók, heldur sannleika, Drottinn, sem við lifum, Jesús. Kíraba, shikirabahaya. Og Drottinn, ég bið, Jesús, viltu gefa okkur eld, Drottinn minn, Jesús, til þess að færa okkur úr stað frá því sem að, og Drottinn, inn í það sem að þú vilt að við séum að vera að gera, Drottinn. Inn í þinn vilja, Drottinn minn, ekki manns vilja. Í Jesú heila nafni, í Jesú heila nafni. Amen og amen. Fáum okkur sæti. Ég ætla ekki að halda okkur lengi, en ég ætla samt sem áður að halda aðeins áfram með þetta.
Vinir, orðið sem að við viljum ekki heyra ábyrgð. Og ég hef undanfarið beðið Guð að gefa mér hjarta fyrir því sem að hann vill. Ekki bara það sem að ég vil sjá eða hið mannlega. Hjarta eins og hans hjarta Vinir, að mér sé ekki sama það, til dæmis það, hvað kemur úr þessu púlti. Vitið það, við verðum að fara að tala sannleikann með meiri skýrleika. Og ég segi þetta ekki til þess að umvanda fyrir ykkur, þó að við getum svo sannarlega tekið það þannig. Því að Guð vill reisa upp sterkan her. Guð vill reisa fólk sem að talar ekki bara sínum sannleika, heldur eilífum sannleika. Hann vill reisa fólk sem ekki að hika og ekki tilbaka eða full af vanmáttakend, heldur fullt af djörfung. Við munum það þegar Ísraelsmennir voru kallaðir inn í Kanansland. Þau voru búin að vera 300 ár í ánauð, vinir. Og loksins sagði Guð við Faró, let my people go, slepptu fólkinu mínu. Og það gerðist. Nema hvað, að þau fóru inn í eyðimörkina. Og það sem hefði átt að vera bara nokkra daga ferð inn í Kananslandi enda á því að vera 40 ára ganga. Af hverju? Hlustið á mig. Út af þau gengur hring eftir hring. Af hverju gengur þau hring eftir hring? Af hverju gengur við hring eftir hring? Út af við erfitt með að beygja okkur. Biblían talar að þau voru harðsvíraður lýður. Það þýðir, akkurat, það þýðir nákvæmlega, það þýðir harður háls. Það þýðir háls sem ekki tilbúin að beygja sig. Og við erum nefnilega svo fyndin lýður, við erum eina, þið veitir, sköpunarverkið sem ekki tilbúin að beygja sig fyrir bara frumreglum. En Guð vill segja, ef að þú treystir mér, þá myndu upplifa hluti sem þú aldrei trúað að þú gætir upplifað. Og vitið hvernig það kemur? Með auðmýkt. Með auðmýkt, vinir. Lykillinn að farsælu lífi, lykillinn að upplifa kærleika, frið, hamingju, kemur í gegnum auðmýkt. Hann kemur í gegnum auðmýkt. Sannleikurinn, hann kom í auðmýkt. Hann fættist ekki þannig að, þið veitir, í einhverju konungshöll. Hann kom í auðmýkt. Og það mynd fyrir okkur í dag, vinir, að sannleikurinn á undir högg að sækja. Hann kemur í auðmýkt. Hann kemur oft þannig í líf okkar sem við skiljum ekki. Og í staðinn fyrir að herða okkur upp gagnvart sannleikunum, auðmýkjum okkur. Og segi, voldugu hönd. Akkurat, nákvæmlega. Og vinir, þegar við erum tilbúin að gera það, sem að Íslendingar, líkt og Ísraelsmenn forðum, erfitt með að gera, það að beygja sig, þá munum við fyrst upplifa stórkostlega, þið vitið, stórkostlega blessing Guðs. Hún felst í auðmýkt. Hún felst í því að viðurkenna að við vitum ekki allan sannleikann. Hún felst í því að viðurkenna að Guð sannleikur. Halleluja. Hún felst í því. Má ég heyra með? Þetta er bara nokkuð gott. Sjáu þið fyrir ykkur, ef við værum í réttarsal og ég myndi koma fram fyrir dómarinn og segja, herðu, dómari, en þetta minn sannleikur. Og einhver annar væri að segja sína sögu og hann segir bara, en þetta minn sannleikur. Og hann bara, þetta stangast á. Vinni, dómarinn myndi ekki hlusta á mig. Það bara einn sannleikur. Annarkvort hefur þið rétt fyrir þér eða þú hefur rangt fyrir þér. Það sannleikurinn. Vinir, það sama gildi með Guð. Það þýðir ekki að koma fram fyrir hann og segja, en mér líður svona. Þér líður svona í dag, en það getur breyst á morgun. Ekki setja tilfinningar þínar eða hvað þú ert búin að upplifa ofar vilja Guðs. Og þá rötum við í ógöngur. Halleluja. Er það ekki þannig? Amen.
En mér langar til þess að klára þetta með lygina. Ég ætla að lesa aftur þessi vers hérna. Þess vegna hefur Guð látið fýsni þeirra til sauðlífis ná valdi yfir þeim, svo að þeir svífurstu líkama sína hver með öðrum. Þeir völdu lygina í staðinn fyrir sannleika Guðs. Hafa göfgað og dýrkað hið skapaða í stað skaparans. Hann sem blessaður að eilífu. Óvinur sálar okkar vill nefnilega að við lifum í lygi. Það opinberaði svo mikið fyrir mér síðasta miðvikudag þegar Árni var að tala Adam og Evu í garðinum forðum. Hugsaðu ykkur, Guð hafi gefið þeim allan garðinn til þess að eta af. Allan garðinn. Eina sem að sagði við þau ekki borða skilningstré góðs og ills. Það eina tréð sem að þið megið ekki borða. Og við sjáum að the serpent kemur hérna inn og fer að tala við Evu. Og hann nær henni þegar hún í rauninni í einangrun, þegar hún ein. Og mér finnst það líka svolítið merkilegt ef við skoðum það. Óvinurinn fyrir að tala við Evu þegar hún ekki í samfélagi. Finnst ykkur það ekki áhugavert? Það eins og við gefum ákveðið svona kost á okkur þegar við erum bara ein. Þess vegna held ég að það komi mikið gegn samfélaginu. Við eigum að vera í samfélagi við hvort annað vinir. Það eitthvað sem gerist þegar við erum í samfélaginu. Og þegar hún ein, þá segir óvinurinn við hana, hefur Guð virkilega sagt? Þetta alveg svona? Þetta alveg svona? Þetta sannleikurinn? Ertu vissum að þú muni deyja? Myndi ekki bara lifna við? Og það enda með því að hún tekur, hún býtur af ávöxtunum sem hún átti ekki að gera. Og hvað gerist? Hún allt í einu uppgötar, og náttúrulega maðurinn hennar líka býtur með henni, og þau uppgöta þau eru nakin. Allt í einu var það sem að Guð hafði ákvarðað fyrir þau, allt í einu voru þau bara svona í fjarlægð frá Guði. Allt í einu var Guð bara víðs fjarri og þau upplifu eins og þau þurfti að fela sig fyrir honum. Og drottinn gekk þarna í kvöldsvalinu og hann spurði, hvar eru þið? Hvar eru þið? Og vinir, þegar við leifum hlutum að koma inn í líf okkar og við leifum ekki sannleika Guðs að vera viðvarandi í hjart okkar og aflinn í líf okkar, þá fjarlægjast við Guð. Og vinir, það var alveg rétt að hluta því, bara alveg rétt sem að óvinurinn sagði og hann notar oft, þið veitir, smá sannleika með lygi. Þau dóu ekki. Þau dóu ekki líkamlega en þau dóu andlega. Og vinir, það miklu hættulegra að vera dáin andlega. Og vinir, núna Guð að gefa okkur tækifæri til þess að gera köllin okkar og útvalningu vissa. Guð að vekja okkur upp til þess að við séum ekki í skömm fram fyrir honum, heldur að við komum með djörfung fram fyrir hann. Og vinir, þetta er svo áhugavert. Í staðinn fyrir að hlaupa frá honum í felur, förum eftir boðum hans, vinir. Verum í samfélagi trúar, ekki láta hluti koma upp í sem að gera það verkum að þú getur ekki átt samfélag við drottinn Jesú. Ekki láta hluti vera í lífinu sem að taka þig frá samfélaginu við drottinn. Og ef að það einhver hækja, og vinir, ég alveg vön því að hafa einhverja hækjur í mínu lífi, ræktinu til dæmis bara ákveðin hækja fyrir mig. Ég þarf að passa að það verði ekki Guð í mínu lífi. Og við verðum, kæri vinir, við verðum að gefa drottni svigrúm í líf okkar. Við verðum að leyfa anda hans að hafa áhrif á líf okkar. Við verðum að vera í honum. Amen. Og það sem að meira vinir, við eigum að vera í samfélagi trúara. Það sem að gerist í samfélaginu þetta bræðralag. Ég hér með þér, þú ert hér með mér. En það gerist meira. Það segir í ritningunum að maður brýnir mann.
Það sem að gerist þegar ég og Benedikt eða ég og Guðmundur erum að tala saman, hann færi sannleikann í mitt líf og ég inn í hans, sem gerir það verkum að ég fer að vaksa á göngunum með Guði. Hlut af þessu einmitt auðmýkt, að hlusta á ráðleggingar annara. Því að Guð talar í gegnum fólk. Og vinir, ég fór líka að skoða, við vorum að horfa á spátum í gær og hann fór að tala Laodíkeu, söfnuðinn. Þið veitir, þennan söfnuð sem talað í opinberunarbókinni. Það reyndi að tala nokkra söfnuði. En veitir hvað Laodíkea þýðir? Já, en það þýðir líka mannanna verk. Spáið í það. Kirkjan var bara orðin mannanna verk. Við fórum að vera bara í einhvernum svona klúbbi saman í staðinn fyrir að lifa í orðinu. Að vera brennandi í eldinum. Og hann sagði, þú hvorki kaldur né heitur. Út af því að þú ert bara hálfvolgur, þá mun ég skirpa þér út af munni mínum. Og vinir, það komið tími til þess að vera kaldur eða heitur. Hvað þýðir að vera kaldur og heitur? Það þýðir að vera í eldi eða í auðmýkt. Upphefð eða auðmýkt. Ekki vera þarna inn á milli í engu, þið vitið. Leifum Guð að koma stað. Leifum honum að tala inn í líf okkar og opna hjart okkar fyrir því sem hann vil segja. Má ég heyra amen. Halleluja. Nú fyrir þetta alveg að vera búið. Og vinir, óvinurinn kemur ekki inn, allavega ekki í mitt líf og segir, herðu, nú ferðu bara heim og þú kaupið krakk og svo bara, myndu bara eyða lífinu þannig, hann talar ekki þannig við mig. Hann talar hann miklu slægar en þetta. Hann fyrir að koma inn með hluti eins og, Alli bara ekki málið. Hann bara veit mér enga athygli. Alli bara, ég veit ekki, ég var náttúrulega bara svo ung þegar ég kynntist Alla. Ég bara önnur manneski í dag. Ég bara búin að þroskast, ég svo miklu þroskar en Alli. Svona kemur hann inn. Og allt í einu fyrir við, ef við leifum honum að ráða, þá fyrir við að lifa sannleika sem ekki sannleikur. Og ég veit ekki hversu oft maður hefur séð fólk ganga fram í sínum eigin sannleik og taka einhverjar afdrifaríkar ákvörðanir fyrir líf sitt sem hefur orðið þeim til tjóns. Þegar við erum að taka ákvörðanir, þá þurfum við að leggja það fyrir Drottinn. Og við verðum líka að þekkja hann þegar hann kemur inn með þessa lævísu röddin í lífi okkar. Og hvernig svörum við óvininum? Við svörum alltaf með orði Guðs. Rita þér. Munið þegar Jesú fór í 40 daga inn í eyðimörkina og óvinurinn kom og freistaði hans og hann sagði rita þér. Hann svaraði honum með orði Guðs og vinir. Við þurfum að þekkja orð Guðs til þess að geta svarað honum með orði Guðs. Við þurfum að segja rita þér, allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjörir. Og ég þarf að svara óvininum og ég ekki að segja að þetta við gesti okkur alla, ég bara nota þetta sem dæmi. Ég veit að alla alltaf við erum mjög ástfangin, hafið ekki áhyggjur af því. En ég bara segi ykkur, vinir, óvinurinn notar ekki þetta, þú veist, já, ég ætla að koma þér í þannig erfi mál og þú bara ferð og þú bara tekur inn eiturlyf, bla, 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 bla. Hann virkar ekki þannig, hann notar lævísar aðferðir. Og við þurfum að vita, vinir, hver við erum í honum. Og þegar hann kemur, þá segjum við hann, herðu, þú kemur ekki hingað inn. Hingað og ekki lengra. Vald þetta brotið í Jesú nafni. Og við þurfum að svara honum með orði Guðs. Má ég heyra amen? Já, hérna hér. Stöndum á fætur.